Við erum tvær úr hóp sem köllum okkur ferðabæklinga. Við erum hér saman komin til að ræða eldri borgara og öryrkja landsins og að vísu alla. Við þurfum að standa og sitja saman og hjálpa hvort öðru. Við erum þjóð sem höfum ákveðin forréttindi og kerfi sem á að tryggja mannréttindi allra. En því miður eru gallar í kerfinu okkar. Við höfum rekist á mjög stóran galla, eða gat eins og við köllum það, þegar kemur að réttindum fatlaðra. Samkvæmt reglum Tryggingastofnunar og Sjúkratryggingum Íslands eiga ekki allir rétt á hjálpatækjum þrátt fyrir að nauðsynlega þurfa á þeim að halda. TR og SÍ hafna beiðnum frá læknum hjálpatæki á þeim forsendum að ekki liggi fyrir greining. Það er að segja, ef að einhver læknir veit ekki nákvæmlega hvað hrjáir viðkomandi og hvað það heitir, á viðkomandi ekki rétt á hjálp. Oft er líka langur biðtími eftir greiningu og getur það tekið fleiri mánuði og jafnvel fleiri ár. Á meðan hefur viðkomandi ekki rétt á neinum hjálpatækjum og þarf því að leigja til dæmis hjólastól hjá hjálpatækjamiðstöðinni þangað til. En svo vill til fyrir þá sem ekki vita að hjálpatækjamiðstöðin er dótturfyrirtæki SÍ og SÍ og TR eru undir sama hattinum, sömu lögunum og í raun og veru sama stofnunin. Þessar stofnanir eru undir Velferðarráðuneyti Íslands. En hjá þeim er hægt að leigja til dæmis hjólastól á rúma 700 krónur á dag pluss tryggingu, sem gerir yfir 253.000 krónur á einu ári. Vitið þið einhvern öryrkja sem hefur efni á því? Nei! Er í lagi að fólk sem neyðist til að nota hjálpartæki eigi ekki rétt á hjálpartæki frá stofnunum okkar? Hvar er heilbrigðiskerfið? Á nauðsynlegra hjálpartækja er viðkomandi í slæmri stöðu og á í mikilli hættu á að einangrast heima hjá sér. Að komast ekki í verslanir, sinna nauðsynlegum erindagjörðum, jafnvel komast ekki að ferða sinna einu á sinni eigin heimili. Það er gríðarlega erfitt fyrir heilbrigt fólk að setja sig í þessi spor. Við erum að tala mikla frelsissviptingu, að þurfa að skríða á gólfinu heima hjá þér af því að þú átt ekki rétt á hjálpatæki. En okkur finnst með öllu óásættanlegt að það fari eftir strangum reglum og geðþótta ákvarðana starfsfólk TR og SÍ, en þetta er staðan í dag. Líkamar okkar eru allir misjafnir, en flest lendum við einhvern tímann á lífsleiðinni í að þurfa á einhvers konar hjálpatæki að halda. Hvort sem það kann að heita heyrnartæki, hjólastóll, göngugrind, hækjur, sturtustóll, baðbretti, griptöng, stafur, spelka eða hvað sem það kann að vera. Móttökustöðvar Sorpu máttu ekki samkvæmt sínum starfs- og reglum undir neinum kringumstæðum gefa að selja neinum öðrum þau hjálpatæki sem þau fá. Þar af leiðandi hefur reglulega komið fyrir að þau fá til sín nánast ónotuð hjálpatæki og önnur í verra ástandi en vel lítaleg sem þeim ber að eyða. Við erum að tala hjálpatæki sem kosta mörg 100.000 krónur sem eru fullnýtanleg. Á meðan situr fólk heima á sér og á ekki rétt á nauðsynlegum hjálpatækjum.
Mig langar núna að lesa upp fyrir ykkur smá post. Hér kemur það. Góðan daginn. Það hefur ekki lítið verið fjallað um örorkubætur í þjóðfélaginu síðustu vikur og ég held að ég hafi sjaldan verið jafn leið og reið eftir nokkurn fréttaflutning. Reiðust var ég þegar Vigdís Hauksdóttir sagði að eðlilegt væri að öryrkjar væru með lægstu ráðstöfunartekjur. Jú, því kostnaður sem því fylgir að vera í vinnu og með börn á leikskóla. Af því að öryrkjar og börn öryrkja eiga bara að vera í einangrun heima á sér. Eiga þau ekki rétt á að vera í leikskóla? En reið varð ég líka þegar að Bjarni Ben talaði fólki sem fær á fætur á morgnana og inn í fullan vinnudag og hefði samt ekki hærri tekjur en öryrkjar. Eins og það að vera öryrki sé eitthvað val. Svo segir hún: ég svo ótrúlega heppin að vera einn þeirra öryrkja sem að get unnið hlutastarf. Það gerir það að verkum að ég get lifað mannsæmandi lífi. Ekki bara skilar það hærri ráðstöfunartekjum á mánuði, heldur fylgja því ýmis fríðindi að vera á atvinnumarkaðnum. Það eru margir öryrkjar sem ekki jafn heppnir og ég. Sumir geta ekkert unnið, aðrir geta unnið hlutastarf en fá ekkert hlutastarf. Áður en ég var öryrki starfaði ég sem kerfisstjóri og gat valið úr vinnum. Við það að verða öryrki og geta bara unnið hlutastarf minnkuðu starfsmöguleika mínir cirka 99%. Háskólagráðan mín kemur ekki að neinu gagni. Ef ég væri ekki öryrki, væru launatekjur mínar tvöfalt hærri en þær eru í dag. En ég kýs allan daginn, alla daga, eins og við flest öll, ef ekki að ég geti staðfest öll, heilsuna langt fram yfir peninga.